Við erum að tala þessar höfuðættir sem að berast á banaspjót á Sturlungaöldinni og þar af eru þeir sem að búa í það sem nú heitir Árnessýsla, Suðurlandsundirlendinu fyrir vestan Þjórsá, voru sem sé Haukdælir. Þeir voru og töldu sig sem voru ákaflega stoltir af því að vera afkomendur fyrstu Skálholtsbiskupanna, Gissurar og Ísleifs, og það voru nöfn sem að þar gengu mjög aftur. Þegar að þessi saga að fara í gang, þá réði ríkjum og var einn voldugastur höfðingi á Íslandi, Þorvaldur Gissurarsson. Hann var ágætur vinur, mægður og skyldur Sturlungunum og reyndar áspendingum líka. Þeir voru góðir vinir, hann og Sighvatur Sturluson, miðbróðurinn af ætt Sturlunga, og það sem að skiptir kannski mestu máli fyrir þá sögu sem að á eftir fer að einhvern tímann Sighvatur Sturluson í heimsókn hjá Þorvaldi vini sínum suður í Árnessýslu, foringja Haukdæla, og í heimsókninni þá leiðir hann fram á gólfið lítinn son sinn og ungan og segir hvernig líst þér á þetta barn. Hann svona eins og kannski ekki óalgengt með unga menn eða unglinga. Hann ekki hrifinn af því kannski að vera hafður til sýnis og horfir svona frekar tvíræðum augum tilbaka á þennan mann, Sighvat Sturluson, og hann spurður hvernig honum hafi litist á drenginn og hann segir ekki líst mér á þessa ygli brún, og þar kannski að gefa í skinn að þessi maður þegar hann vaxi upp muni hugsanlega standa yfir þeirra höfuðsvörðum. En þeir takast í hendur vinirnir og ákveða að það muni ríkja friður á milli þeirra meðan báðir eru uppi. Þegar að þessi Gissur fæddist þá hann ólíkt mörgum öðrum en kannski tveimur aðalpersónum þessara sögu. Það getið hann í hans barnæsku og það eru ýmsar tillögur það hvað hann eigi að heita, en það Þorvaldur sem sker úr það að hann skuli heita Gissur, því að það hafa engir aukvísar í okkar ætt heitið því nafni.